Jæja Bragi, fyrsta til annarsætið á mótinu, annar landsliðsflokkur í röð sem þú ert taplaus. Til hamingju með árangurinn, hvernig svona líður eftir mótið? Já, þakka fyrir það. Mér líður bara ótrúlega vel. Maður er alltaf bara í svona spennufalli eftir síðustu skákina. Já. Tók gríðarlega töðunar. Skákina móti Henrik var sérstaklega spennandi. Já. Hún var alveg þvílík skiptu þvílíktum eigendur fram og tilbaka og endanum tókst mér að ná jafntefli. Já. Markmið fyrir mótið, var svona einhver ákveðið markmið sem var lagður upp með fyrir mótið? Já, svona síðustu ári í þessum landsliðsflokki þá hef ég nú lagt upp með að gera heiðarlega tilraun til að vinna flokkinn. Þannig að markmiðið var sigur á mótinu? Markmiðið var sigur, já. Þú byrjaði nokkur rólega og örugglega, gerðir nokkur jafntefli, síðan mitt mót, vannstu hvern stórmeistarann, alþjóðlega meistarann á fætur öðrum. Er eitthvað svona sem gerðist, eitthvað sem ákvast, eitthvað þvílíkt? Já, þetta er svona, ég sá bara þessi jafntefli og var ekki að koma mér á réttan stað. Já. Og ég haldið þeim áfram þá ég var ekki í þessum sporum núna, þannig að þá ákvað ég svona setja í einhvern gír og svo svona féll þetta bara með mér, sko. Já. Náttúrulega bara... Eitthvað sem þú varst að gera, kannski? Já, einmitt, þetta var... Já. Einvígið sem framundan við Þröst, hvernig hafa skákir milli þín og Þröstar farið, svona eftir að þú varst alþjóðlegur meistari? Já, það er... Ég held við bara skipst á að vinna hvern annan, sko. Ég er svona... Já, svo jafntefli reynda tvær síðustu skákir, þá svona hvoru vilja rugga bátnum mikið, sko. Já. Þannig að við erum svona býsna jafnir. Já, nokkuð jafnt. Það er styrkleika held ég. Hvenær vilt þú tefla einvígi helst og hvað myndir þú vilja margar skákir? Ég myndi helst til að fá náttúrulega einhverja vikur í frí núna eftir erfiða mót. Og svo bara, já, 2 eða 4 skákir, það held ég skiptir ekki svo sem öllu máli. Já. Og bara, já. Sumarið framundan, er einhver mót og næsta haust, er einhver mót sem þú ert að fara á, sem er ákveðin? Það er nú ekkert svona neglt niður, það er svo sem... Það er náttúrulega alltaf eitthvað spennandi mót sem maður kíkir alltaf á, þannig að... Já. En Ekkert ákveðið akkurat núna? Nei, það er ekkert svona sem nú var ég bara að leggjast yfir það, ég fekk nú einhvern aur í verðlaun þannig að ég er svona að hega á einu móti. Já. Við skulum ekki hafa þetta lengra aftur til hamingju og eða gott kvöld. Já, þakka fyrir sem les.